Komið þið sæl, ég Rannveig úr Garðaflóru. Í dag ætla ég að dreifplanta eða prikkla eins og það er líka kallað og mér datt í hug að leyfa ykkur að fylgjast með. Ég tek það fram að ég er ekki garðyrkjufræðingur og þessi aðferð sem ég nota er það sem að mér finnst þægilegast og það getur vel verið að einhverjum öðrum finnst betra að gera hlutina einhvern veginn öðruvísi og það er bara allt í lagi. Ég er hérna með fjólur sem ég sáði í janúar og þær eru komnar með 2-3 laufblöð þannig að þær eru komnar í mjög passlega stærð fyrir dreifplöntun. Þannig að það er bara að koma með pottana. Jæja, ég er hérna tilbúin með potta og mold. Ég byrja á því að blanda moldina með slatta af fínum vikri og mér finnst ágætt að nota svona þvottafat undir það. Þá getum við að blanda svolítið góðan slatta í einu og ég set svona kannski 1/3 af vikri til þess að gera við moldina svona loftmeiri og léttari. Pottarnir eru 7 cm dýprigerðin sem ég finnst passa vel fyrir svona sumarblóm og það sem ég byrja að gera er að setja bara svona smá slurk ofan í hvern pott og síðan er ég með vatnskristalla sem ég er búin að setja vatn í til þess að láta það bólna út. Og ég geri það vegna þess að ef maður setur að þurra í moldina þá bólnar það rosalega mikið út og lyfta moldinni þegar þeir blotna. Þannig að mér finnst betra að vera búin að bleyta þá áður en ég setja það í pottana þannig að það sé svona gert ráð fyrir því rými þegar ég fylli á. Og ég set bara svona góða teskeið í hvern pott. Og ég er svona komin inn á það núna að gera þetta svona að setja í hvern pott fyrir sig bara til þess að vera viss að það sé hæfilegt magn í hvern potti. Og það sem vatnskristallarnir gera er að þeir draga í sig mjög mikið af vatni þannig að þetta er svona eins og svona vatnsgeymsla sem að gera það verkum að maður fyrirgefst örlítið ef maður gleymir að vökva. Mann fyrirgefst það samt ekki kannski í marga daga en það gefur manni aðeins meira svigrúm og eins líka ef maður kannski vökvar aðeins svo mikið þá draga vatnskristallarnir auka vatnið í sig og geyma það. Þannig að ég finnst þeir mjög gagnlegir og nota þá alltaf í alla potta sem ég er með. Síðan er bara að fylla upp og það þarf að passa að fylla vel og þjappa moldina þannig að hún gefi ekki of mikið eftir þegar við setjum plönturnar í. Það er ekki gott ef að plantan ýtist niður í halvan pottinn, þá liggur hún alltaf djúpt. Þannig að bara svona þjappa þetta svona létt, ekkert of mikið, bara þannig að þetta svona gefi ekki mikið eftir. Og þá eru það fjólurnar. Það er ágætt að hvolfa pottinum sem losa þær aðeins svona og síðan er bara að taka hverja plöntu varlega. Mér tókst nokkuð vel að hafa svona ágætt bil á milli í þessari dollu. Það er oft sem maður missir of mikið af fræi í en það tókst svona þokkalega vel að hafa þetta svona temmilega mikið þannig að það er ekkert erfitt að losa þær í sundur og það er mikilvægt að passa að kremja ekki stilkinn á plöntunni því að þá drefst hún. Þannig að alltaf taka í laufblöðin og síðan er bara að gera holu og láta þar sem kynblöðin eru nema við yfirborðið á moldinni og þjappa svo bara svona létt. Og svo tökum við bara næstu, gerum holu, stingum honi og þjappum svona létt að. Svona. Síðan er mikilvægt að
merkja þannig að maður viti hvaða plöntur maður er með. Og mér finnst ágætt að nota bara svona einognar límband sem fæst í öllum byggingavöruverslunum. Það er það besta að það sé matt, það er auðveldara að skrifa á það. Og með sumarblómin að þá finnst mér óþarfi að vera að merkja hvern einasta pott. Það fer svona eftir hvað þetta eru margir pottar, hvernig maður merkir það. Ég seti þetta bara á þessa röð, af því að þetta er heil röð með sömu tegund. Og þannig að ég bara klippi svona hæfilega bút af límbandinu og skrifa hérna á. Þetta eru fjólur sem heita Bunny Ears. Og síðan hef ég skrifað líka hvenær ég sáði þeim, sem var 9. janúar, og hvenær ég dreifplantaði þeim, sem er í dag. Og síðan setjum ég þetta bara á endan á þessari röð, þannig að það sé á hreinu. Og mér finnst þessi tegund af pennum hafa reynst mér mjög vel. Hún eyðist ekki. Og þannig að eins og ef maður er með fjölorenga þá skiptir það rosalega miklu máli. Því að maður getur verið með fyrst frædóllurnar kannski jafnvel 2 ár að bíða eftir að það spíri og svo plönturnar í uppeldi kannski í nokkur ár, og þá er mikilvægt að það hverfi ekki af meðanum hvað maður er með. Síðan er bara að vökva. Það er nauðsynlegt að vökva aðeins yfir til þess að ræturnar nái svona betri snertingu við moldina, og síðan er bara að bíða og hlakka til blómana í sumar.